Já, Helena, við erum stödd hérna í Hallsteinsal og ég nú löngum haft áhuga á því að heyrt svona sögur af kallinum og hver þetta var og hvað fyrirbæri þetta er. Þú ert nú nýbúin að setja upp sýningu hérna sem heitir Hvar, hver og hverjar sem fjallar einmitt svolítið Hallstein og lífið í kringum hann. Segðu okkur frá þessari sýningu. Já, takk Eiríkur. Já, ég valdi að vinna út frá þessu konsepti, hvar, hver og hverjar, vegna þess að það skiptir máli að nú erum við hér í Borgarnesi og hver staður hefur svolítið sín sérkenni og svona staðareinkenni og eitthvað sem gerir hann frábrugðum öðrum stöðum. Og þannig að þá valdi ég verk hérna eftir Júlíus Axelsson sem hefur gert mjög svona fallegar skrásetningar af byggingum og stöðum hér í Borgarnesi. Og ég vildi svolítið draga það fram að við erum stödd hér og síðan er þetta hver og þá er það svolítið að leggja áherslu á Hallstein og hans í raun og veru framlag til borgarbyggðar eða gamla borgarhrepps á sínum tíma. Og hver var þessi maður sem í raun og veru afhenti sveitarfélaginu bæði fjármuni og yfir 100 verka sem er í raun og veru rjómi íslenskra módernista myndlistar sem að ég held að mjög margir hér heimamenn áttu sig ekki á þeim gæðum sem það býr yfir og mér langaði svolítið að draga fram hans persónu og kannski líka að segja óeigingjörnu gjöf í heimi sem er uppfullur af eigingirni. En Hallsteinn 1972, held ég, 1 eða 2, þá flytur hann hérna í Borgarnes. Hann hafði í raun og veru unnið í Reykjavík alla sína tíð, var nú líka heilsulaus, en vann mikið oft við að smíða ramma fyrir listamenn og fekk þá stundum greitt í verkum og eins keypti hann verk. Þannig að þegar hann flytur hingað, að þá selur hann líka landsbyldur sem hann átti og afhendir í raun og veru borgarhrepp þá fjármuni og öll verkin til sér að stofna þetta safn. Safnahús sem nú heitir Safnahús Borgarfjarðar. Og ég hef nú sjálf unnið á listasafni Reykjavíkur og þekki svolítið þennan listaheim og ég veit að safnkosturinn hér er alveg ótrúlega verðmætur og hér hafa oft verið fengið lánuverk til þess að sýna á höfuðsýningum í Reykjavík, bæði eftir Hafstein Austmann, Þorvald Skúlason og nú síðast Eybjörgu sem var prýddi forsíðu sýningarskrár sem var á stór sýningum hana sem var núna á Kjarvalsstöðum í vor. Þannig að þetta er gríðarlega mikið verðmæti og mér er til efs að safn á landsbyggðinni í raun og veru eigi svona verðmætan safnkost. Þannig að mig langaði svolítið að draga fram með kannski þessum verkum sem eru hér myndir af Hallsteini eftir aðra. Hver var þessi maður sem hafði í raun og veru hennar sterka andlitssvip og líka svolítið með þá vísun í hvað er að vera karakter. Veistu, hann hafði þetta mjóstegna andlit með þetta stóra nef og þarna eru gullfalleg verk eftir Kristján Davíðsson og Pála Húsafelli og Ragnar Kjartansson og Þorbjörgu Höskuldsdóttur og fleiri sem í raun og veru öll sýna samt að sama að fólk sér þannig karakter, þetta stóra nef, þetta mikla enni og hennar sterka svip og þannig að mér fannst það skipta bara svolítið miklu máli og líka bara í umræðinni í samtímanum að því að í dag að þá erum við svolítið að vinna í þessum samtíma þar sem enginn vill hafa svip. Allir eru með filtera í símanum, alltaf að vera slétt og fellt, allir fara að láta photoshoppa sig, en þetta er einhvern veginn algjörlega omvendt. Þannig verið bara að vinna með, ég er með þessar hrukkur á enninu, ég er með þetta stóra nef og það er bara svolítið það sem gerir hann sérstakan. Og síðan er það í raun og veru hverjar og þá er ég svolítið að leggja áherslu á að draga fram verk kvenna sem eru til hérna í safnkostinum og verk af konum. Hér eru þá bæði verk eftir Ragnheiði Jónsdóttur sem var á þessum rauðsokkutíma að vinna verk svolítið helsi hjónabandsins og fangelsi heimilisins og sem geta varpað spurningar hefur eitthvað breyst síðan þá. Síðan er hérna ljósmyndaverk eftir Birtu
Björgvinsdóttir sem hérna ungu ljósmyndari úr Borgarnesi sem sýnir konuna í allt öðru samhengi og síðan hérna verk eftir Erró og Braga Ásgeirsson sem að sýna konuna svolítið sem kynveru, sem ástmey og hérna, já, svolítið svona tákn kynverunar og svo eru 4 verk eftir Ásteypur eftir Ásmund sem að hérna sýna líka mismunandi hlutverk konunnar sem Uglu, viskubrunn sem í raun og veru hérna ástkonu og vinnukonu, þvottakonan og þannig að það í raun og veru var líka svolítið gert til þess að skapa umræðu hver eru við, hefur eitthvað breyst eða hérna eða eitthvað sem skiptir meira máli heldur en annað í dag og svo að lokum eru verk af konum, svona portrettmyndir af konum í römmum eftir Hallstein. Og það má heldur ekki gleyma því að Hallsteinn var náttúrulega bróðir Ásmundar Sveinssonar. Þeir eru hérna ættaðir úr stórum systkinahóp frá Kolstöðum sem síðan flutti hérna í Eskiholt. Þannig að hérna, og Hallsteinn lagði líka fjármuni í að kaupa hérna verk sem eru núna fyrir framan kaupfélagið og verk í Skallagrímsgarði. Þannig að hans framlag til þessa samfélags náttúrulega gríðarlegt og það er hérna eins verk eftir Guðmundu Andrésdóttur, mjög verðmætt verk sem kannski held að almenningur átti sig ekki á að er kannski af höfuðverkum svona þekktasta abstrakt listamanns kvenkyns hér á Íslandi. Þannig að að það var í raun og svolítið þráðurinn hjá mér, eða mín sýn var svolítið að draga fram þessi verðmæti bæði fyrir samfélagið hérna borgarbyggð en eins líka aðkomu fólk að þetta er í raun og veru, þetta er háklassa verk. Þannig að, og líka að hafa svolítið fallegt, síðan er hérna gólfmotta eftir Júlíönu Sveinsdóttur sem er ofin eftir hennar teikningum og teketill eftir Ólu Verlu og veflistaverk eftir Ásgerði Búadóttur. Þetta gólfverk, það er líka svolítið merkilegt að því að áður fyrr þá var kannski fólk það hafði einhverja sköpunarþrá en var kannski bara að vinna í daglegu lífi en var að koma því í einhvern annan fasa, til dæmis með því að vefa eitthvað sem fólk labbaði á sem gólfteppi. Og það er raun og veru líka, finnst mér, svolítið umræða heimili sem skapandi fyrirbæri. Því í dag er raun og veru heimili bara orðið svefnstaður þar sem bara fólk kemur og borðar í mestalagi kannski stundum skyndibita og fer svo að sofa. Þannig að en hérna áður fyrr og mér finnst það ótrúlega heillandi að heimili er vinnustaðurinn. Það er þar sem hlutinni gerast og fólk tala saman og smíðar og saumar og er að vefa og ýmislegt. Þannig að það var nú kannski þráðurinn að búa til einhvern vettvang sem gæti búið til spjall fyrir alla aldurshópa en leið að sýna rjóman af safnkostinum og draga fram Hallstein sem þennan þungavíkta manni í þessu samfélagi sem hefur gefið þessa gjöf. Og líka bara merkilegt fyrir unglinga eða ungt fólk að spurja eins og Kjarval gerði þetta líka, hann var alltaf að gefa, hann skrifa oft fallega miða, ég vonaði batni kæra símakona á Mývatni eða eitthvað og ef hann fekk gefins blóm í afmælisgjöf þá málaði hann yfirleitt myndir af blómunum og gaf fólki svo málverkin tilbaka. Og ef maður er að vinna kannski með úlingum og þá spyrir maður, hvenær gafst þú eitthvað af þér síðast? Að það er svona, í dag erum við bara að þiggja, þetta er óeigingjarnt. Og ef við ætlum að breyta samfélaginu, ég meina hvenær er tími til þess ef ekki núna, þá er það að gera það með óeigingirni. Þú segir nokkra myndir af Hallsteini hér og það skín karakterinn, það skín svolítið ástríðurunum. Já. Hvað hann hafðist, hann smíðaði ramma fyrir alla þessa frægu listamenn. Já. Var hann listamaður sjálfur? Það er nú ein mynd eftir hann, ég held að hann hafi ekki verið, hann var mikill hagleiksmiður, en það er að vissu leyti listamaður í því, en ég held að hann málaði ekki sjálfur, ekki þannig. En hann, svo var hann líka sjúklingur, svolítið hann var kannski ekki mjög heilsuhraustur, en ég held í raun og veru það að vera skapandi, að það er eins og Þorvaldur Þorsteinsson heitinn, hann sagði
Þetta skapandi fyrirbæri, það einhvern veginn í öllu. Það getur verið í viðskiptum eða hagfræði eða vasku upp eða mála mynd eða smíða ramma. Og það hefur ekkert með að gera, að geta teiknað fallegt hús. Það bara það að þú getur sett hlutina í nýtt samhengi. Þannig að ég held að þannig laga var mjög skapandi. Og mér finnst það bara vera verulega mikilvægt að það komist einhvern veginn áleiðis að þessi óeigingjarna gjöf. Og líka, þú segir fræga listamenn, þessir listamenn á sínum tíma voru ekki frægir, þeir voru bara að vinna í sínum samtíma. Og alveg eins og þið eru að gerast á þætti, kannski verið þið frægir eftir smá tíma. Þeir hefðu ekki efna að kaupa rammöndunum verkin sín? Nei. Sem í dag eru þjóðargersemi. Já, algjörlega. Og allir þurftu að eiga sér velgerðarmann. Kjarval átti náttúrulega velgerðar fólk sem að saumaði saman strigapoka og bjó til striga fyrir hann og ýmislegt. Þannig að ég held að þetta fólk sem vann ástríðu og það hafði líka sýn að vinna Íslandi gott, skilur. Þetta var bara aðrir tímar. Og en þessa myndir þótti ekki merkilegu pappír á þessum tíma því þetta var brauðröndur abstrakt list og bara það hægt að taka sem dæmi eins og þegar Ásmundi gerir Vatnsberann og þá var það rosalega umdeilt verk og heilmikil blaðaskrif, fólk vildi ekki fá verkið inn í Reykjavík og sem í dag eitt af öndvegisverkunum hann niður í bæ og fólki fannst þetta að vera afskræming á kvenlíkamannum og ýmislegt. Þannig að sko það það sem svo heillandi við myndlist, eða bara alla list, að hún einhvern veginn getur búið til svo skemmtilegt samtal að við getum speglað okkur í eigin tilfinningum, í tilfinningum samtímas og líka bara að fá nýja sýn og svolítið að vaksa. Að það raun og veru andstæðan við kyrrstöðu, að það þannig að það bara, þetta eiginlega eitt mest spennandi vettvangurinn, sko. Það alveg, og ég ótrúlega ánægð með, ég var heilmikið búin að velta fyrir mér hvernig ég myndi stilla þessu upp og í dag inn í Sarpi búið að gera það þannig að þú getur séð öll verk sem í eigu safnsins, getur skoðað öll þar miðlægt bara á netinu. Þannig að ég var búin að leggja heilmikla vinnu og tíma bara í að fara yfir safnkostinn og hvernig ég geti einhvern veginn stillt þessu upp og búið bæði til svona samtali en líka svolítið mikla fagurfræði. Og núna þegar ég kom á þann, þá hugsaði ég bara, já, það tókst einhvern veginn. Það var gaman að koma á svona einhver fallegt sem svona, já, auka hjartsláttur. Það var bara, hann ég glöð. Og við erum glæðir, þakka þér kærlega fyrir að setja þetta saman fyrir samfélagið. Já. Og við þökkum Hallsteini hans verki gegnum tíðina. Já. Hvetjum alla til að koma hingað og skoða þetta yfirlita verkum úr safni Hallsteins. Já. Takk fyrir kærlega. Takk, gaman að taka þátt.